Sigurður Marino Kristjánsson, Siggi, honum förum í verkefni á morgundagsins, þá aðeins í síðasta leik sem var góður útisjóður á móti Fram. Þar sýndu við loksins ykkar rétta andlit svo munaði. Ja, þar sýndu við raun okkar rétta andlit sko í 90 mínútur pluss. Þetta hefur ekki gengið nógu vel undanfarið. Í byrjun móts og fyrstu 2 leikirnir voru eiginlega bara hræðilegir. Svo áttum við fínan fyrirháleik á móti Þrótt sem við fylgjum ekki eftir og töpum þeim leik. Svo eigum við fínan leik hérna á móti Haukum og það var fínn leikur. En svo eigum við flottar, ég veit það ekki hvað, 86-7 mínútur eða eitthvað á móti IR sem er bara ekki nóg. En svo loksins á móti Fram þá bara tökum við allan helvits leikinn og klárum hann og bara vel gert. Og þetta var engin heppni stimpill yfir einu en einu. Þetta bara liðið var miklu sterkari aðilinn í leiknum og úrslitin hefðu hæglega getað orðið stærri. Eða sigurinn getað hæglega orðið stærri. Já, klárlega. Ég meina, ef við leggjum okkur allan fram, alla daga, allan tíman, þá eru fá lið í þessari deild sem að stoppa okkur. En það þarf þá að gera það hins vegar. En já, þetta var engin heppni, nei. Leggja sér fram allan tíman, alla mínúturnar, það er væntanlega það sem að menn leggja upp með á morgun þegar Grótta kemur í heimsókn. Já, klárlega. Ég meina, þessi deild er mjög jöfn. Ég man nú alltaf eftir að hún hafi verið svona jöfn. En við þurfum bara að halda áfram eins og ég segi og bara gefa allt í þetta allan tíman. Það er bara fókus á verkefnið allar 90 pluss mínúturnar og þá hafa við engar áhyggjur af neinu á morgun. Hvernig samt leik megum við búast við? Nú sá maður sko þó að Grótta sé nú lið sem að kannski fæstir búast í miklu af. Það var svona svipað sem leiknir Fáskrúðseyri. Þeir skelltu toppliði Fylkis þannig að menn get ekki leyft sér að vera með neitt kæruleysi. Nei, sko, ég veit svo sem voða lítið þetta Gróttulið og þú veist, þeir eiga að vera eitthvað svona á pappirum með lakari liðum í deildinni, en það er ekkert svoleiðis í þessu. Við þurfum bara að gefa okkur alla í þetta til þess að ná sigri á morgun og það verður bara blóð, svit og tár á vellinum á morgun til þess að ná í 3 stig, annars töpum við bara þessum leik. Það er bara einfalt. Það er ekkert í spilun? Nei, við ætlum ekki að fara að tapa þessu leik. Það eru hreina línur. Við ætlum að hafa þetta sem svona okkar heimavöll og það kemur enginn hingað og tekur neitt frá okkur, allavega aðeins að hafa eitthvað fyrir því. Við ætlum að það verður heita duglega upp fyrir leikinn á morgun. 2 tímum fyrir leik, grillað og ýmis upp að koma. Við náttúrulega hvetjum fólk til að koma hérna tímalega og mæta og koma sér í gíri fyrir leik, fá sér hamborgar og kók og læti bara. Já, klárlega. Það verður náttúrulega frábært að fá alltaf sem flesta á völlinn og ég er hrikalega ánægður með þessu umgjörð sem hefur verið þarna í kringum liðið, þrátt fyrir kannski, bröðsýtt gengi. Það er bara frábært að sjá svona marga sem vilja koma að þessu og hjálpa bara og mikla þakkir til allar sem að koma að því. Sýna menn hafa trú á liðinu? Já, klárlega. Ég meina, gott að hafa einhvern sem trúir á mann svona þegar að illa gengur, en þetta er bara frábært. Þú ert klár leikinu og liðið svona yfir höfuð, allir klárir? Já, það eru allir klárir sem eru heilir allavega. Þannig að, já, ég held að menn séu bara vel stemdir í verkefnið og klárir í 3 stig á morgun. Gangi ykkur vel. Takk fyrir það. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.